Við erum að skoða þetta hérna við Guðjón og svona grunn. Hvor hlutin á honum sé eldri hlutin, eða elsti hlutin, upprunalegasti. Það þessi. Og því að þegar við horfum þarna lengra til suðurs að þar kemur miklu svona veglegri hleðsla. Þetta gamla meira grjótfylling sko, sandurinn. Já? Já, það spenntur til þess. Já. Þannig að þetta samt eldri hlutin. Þið veðja á það? Umhverfið hér óttalega tætingslegt, nema suðurkotið, glæsilegt. Ég var að segja að það hefði verið sko 2 raðir af bekkjum og 2 krakkar í hverju bekk. Og eldri deildin var hérna sunnanverðu í skólanum og svo vorum yngri krakkarnir, þeir voru aftur á miðju gólfi og 2 og 2 saman og töskurnar í hillu í borðinu. Akkur var Magnús Ágússon alltaf kólakallinn? Já, allar hafi ekki verið bara svo dugnaðarlegur. Hann hefur lengi verið það. Hann var líka úr Brunnastaðahverfinu frá Halakoti og þetta var nú bara hann. Við vorum bara 4 vetur, allar hafi ekki verið 2 seinni veturnar. Mér þykir trúlegt að einhverjir aðrir hafi verið, sko, yngri deildin hafi ekki verið notuð í það. Ég veit það ekki. Svo segir Magnús mér að ég hef verið látin opna lók á gluggunum. Það sennilega þegar ég var sko 12 og 13 ára. Ég man ekkert eftir þessu, ég bara líklega eldri en hann og víst að móta mig að vera yngri. Hann var líklega ekki eldri. Hann ansi duglegur að muna. Þú lengi að labba í skólan? Ég var hérna, ég var svona 20 mínútur, en ég sé að sumi krakkarnir, sem var bróðir mannsins Björgvins, hann var frá Litlanda. Þú getur hugsað þér, 3 sinnum lengri leið heldur en ég. Það var svolítið skemmtilegt, hann var svo fljótur. Hann tekur töskuna og alveg svo raketta inn eftir hann hljóp. Og systir mín var með honum og fleiri og 2 stelpur, systir hann á Guðrúnar, móðursystir og Hildur á Þórustöðum og þetta var allt innan á Strönd. Og svo takaði hann, pabbi heima alltaf að ergja sig og tíka stelparna skemur seint og það var stóra systir mín. Hún var að drolla og þær bara voru venjulegan gang. Og svo takaði eins og Stefán og halda í hann, það voru 3 og héldu honum og þau komu jafnt að sjónarhóli. Verið meðferð. Aumingastefni, þá loksist fekk hann að laupa. Þú varst líka að segja að maðurinn þinn, hvað hann þurfti að fara langt sko? Já, hann þurfti að fara frá Stapan, minn maður. Hann var alveg upp á Stapana hjá móðursystur sinni, alveg hérna í grasröndinu sem þar og hann gekk einn yfir sandinn eða yfir hamarinn ef það var flóð og svo gekk hann í vogan og þá fekk hann nóga krakka til að vera með. Var þetta klukkutíma gangur? Það meira en klukkutíma hafa, það er ekki Haukur. Við vorum hálftíma hérna fyrir Voga. Já, þetta er hálftíma. Þetta eru hérna 3 kílómetrar. Og hitt er hálftími líka sko. Það er svolítið langt ef hann þarf að fara upp fyrir flóðið. Já. En svo gæti hann stundum hleypið yfir sandinn. Þá var það styttra. Það var eftir hvort það var flóðið eða fjara? Það hefur farið eftir hvort það var flóðið eða fjara? Já, hann gæti ekki farið yfir sandinn ef það var flóð. Þá þurfti hann að fara upp hamarinn upp á Stapan og svo niður hjá Reiðskafi. Það munaði heilmikið. Manstu eitthvað eftir því hvernig kennslan fór fram svona, og áttu þér eitthvað minningar á því hvað þú varst að læra hérna í skólanum? Hvað ég var að læra? Já. Ég er náttúrulega í allt, þá lærði ég bæði skrift og var nú svona stautandi því ég kom, ekkert meir það. Og svo var ég bara, las ég og svo var það Íslandssaga og biblíusögur og landafræði og réttritun og reikningur. Það var ekki mikið meira. Og söngurinn, mér fannst það. Já, mamma, já, ég ætla að spila sönginn. Það var nú lítið söngur fyrir Stefán kom. Já. Stefán Hallsson sem var síðasta veturinn bara lítill. Já. En það var sko, við lásum faðirvorð alltaf þegar við komum á morgnana. Og svo var svona eitt lag og Viktoría var bara forsöngurari og söng þetta með okkur. Var ekki enskukennsla?
Nei, það var í Norðurkoti. Ofan líka var það. Það var smávegis dönskukennsla hjá sumum krökkunum og ég þóttist læra það líka. Það var nú ansi lítið. En ég var í þeim flokki. Var eitthvað til sem hét einelti í skólanum? Nei, ekki til. Ekki get ég vita það. Ég vissi ekki hvað það var einu sinni. Það var bara allir saman. Voru ekkert að kýta? Nei. Ekki man ég það. Kannski ekki ég bara gleymt. Var ekki ægi? Hvernig var ykkur hengt ef þið voru erfið í skólanum? Eða var hengt? Það voru tveir strákar svolítið óþekkir. Þeir voru reyndar báðir. Nei, annar var eldri en ég og hinn var yngri. Og þeir voru settir bara á stól til hliðar og þar sátu þeir og kipluðu sér framan í okkur. Hverjir voru þetta, Lúlla? Hverjir voru þetta? Það var hann Þórarinn, bróðir Valgerðar mágkonu minni sem var, Þórarinn í Skjaldarkoti og það var hann Guðni í Móakoti. Hálfvitlaus þeirra. Þetta voru allt strákar nálægt mér. Það var þessi tveir sem voru svolítið grallar þegar ég var. En þeim hefur ekki verið snúið, sko látið bakið snúa að ykkur? Já, þeir snéru sér að bara við, það var ekki brakka. Þeir voru svolítið grallar, það var ekki slæmir strákar, bara svona. Þið hefur aldrei verið slegið svona með priggi á? Aldrei nokkuð, ekki. Og það er nú síður flengt. Það var áður, Árni Theodór, hann hafði gert þetta. Frændi minn. Frændi minn. Voruð með eitthvað eigin nesti í skólanum? Eða fenguð eitthvað bita í skólanum? Nei, hérna bara bréfapappir svona tíman. Utan brauðið. En þetta lýsi, fenguð þið lýsi ekki á morgnana? Fenguð þið ekki lýsi á morgnana? Nei, alltaf heima. Já, alltaf heima? Alltaf heima lýsi. Og svo vorum við bara mjólk og brauði í bréfi, í tímanum eins og ég segi. Það er svona. Haldum próf svona á vorin allavega? Það var bara ekkert aukapróf held ég. Nei. En hún var ósköp indæl þessi kona. Hún kenndi okkur vel og hægt var, held ég. Þetta var ekki hægt betur. Var Viktoría með kennarapróf heldur þau? Já, hún var með það. Hún lærði í Svíþjóð. Lærði í Svíþjóð. Og upp á Klett. Og upp á Klett, var það ekki hún sem var í Peysuvöld? Jú, hún var mjög fín að kenna. Var hún ekki alltaf í peysufötum, Ég man ekki alveg hvort það var alltaf. Ég held að hún hafi mjög oft verið á honum, kannski í þeim og kannski bara alltaf. Ég veit að mann það ekki. Hvernig voru ástarmálin í skólanum? Voru ekki skotin í einhverjum strákum og svona? Ég bara ekki vita að það er rétt en stuttu setna. Þetta ekki að spyrja eitthvað? Varstu ekki að kissa einhverja stráka? Nei, ekki til í því. En að senda svona ástarbréfi eða klípa eða eitthvað? En við reyndum að hengja á það á öskudaginn. Við vorum bara með frúur innan þau peysunum. Þá voru þið ektir. Það var einu ástarleikir. Svo fékk ég á tilfengu að leikur hérna, þú varst að sína leikir með hérna beinagarðinn. Já. Það sé nú svolítið svona dulbúið svona ástar eitthvað. Heldurðu það? Já, mig grunar það. Þá hef ég ekki vitað fyrir núna. Svona hugsa ég. En ég var nú bara mest að hugsa það, því núna börn, nema kannski ef Þorvaldur hefur ferið með krakkana niður í frystihús. Krakkar vita varla hvað er þverskorinn fiskur. Þetta er allt flaka sem er keypt, eða mest allt. Það sagði allir næsta bæjar eða finnst bein í fiski. Já, en þetta fengum við fengum bara sporðana fyrst og við verðum bara að hreinsa af því sjálf. Það var aldrei lagað í okkur. Svo veit ég tvo frændur mína, þeir voru í sveit, svo ég bæti þessu nú við fyrst ég komin í gang. Þeir voru í sveit hérna, annar var fendur og hinn var svona, 2 árum yngri. Þetta eru barnabörn þín, mamma. Já, barnabörn mín. Og svo verður húsmóðurinn, hún er bara upptekin að laga fiskinn í þessa 2 stráka. Ég bara dauðskammast með því ég frétti. En þeir hefði ekki ræna á hann, sko.
þeir nefndi því bara held ég ekki og hún sagði það nú allt í lagi því þeir borða svo vel þegar þeir fá fisk bara að því hún lagaði hvað það með hún tugði en hættum við þessu